Hér höfum við hið fræga þjálfarteymi Íþróttafélagsins Þórs, kóngurinn sjálfur, Hlynur Birgisson og Donni, Halldór Jón Sigurðsson. Nú vor, boltan að byrja, hvernig líður strákunum? Já, okkur Hlyn líður á einstaklega vel held ég. Strákarnir eru feskir, þeir mættu vera aðeins heillegri, margir hverjir, en búin að æfa gríðarlega vel og þeir eru verið að klára í slaginu á morgun. Hlynur, þú ert nýr inn í þessu teymi. Hvernig leggst það í að takast á þetta hérna með strákunum? Það leggst bara mjög vel í mig. Þetta er búin að vera mjög gaman og fróðlegt og nú fyrir þetta allt saman að byrja og það er mikið tilhlökkun í mér og strákunum. Þú náttúrulega hefur svo sem verið í þjálfarteymi áður eða þá hjá stelpunum. Þetta er töluverður munur. Já, það er svona talsverður munur eðlilega. Þið leyfið ykkur aðeins svona að tala svona harðar íslensku við strákana heldur í stelpunar. Já, það er allt annað talsmáti hjá strákunum heldur í stelpunum. Dolli, þú þekkir það? Já, ég þekki það eins. Ég er svo sem þjálfaður stelpundar en jú, við held að hugsa það sé þannig sko. Við hefum ekki verið mikið í þessu en við látum það vel heyra það og förum ekki sérstaklega mjúkum höndum yfir það á flesta sko. Deildin er að byrja hjá okkur á morgun. Það er fyrrum þjálfari þó sem að tekur á móti okkur Kristján Guðmundsson og lærisveinar hans í Leikni. Hvernig leggst þetta í ykkur? Það leggst mjög vel í okkur. Ég held að Kristján taki vel á móti sínum gömlu og sínum gamla félagi og við komum klárir. Við erum með gott plan og strákarnir sem ég segi þeir eru tvíeldir og þeir alltaf margir hverjir að nýta tækifæri núna þar sem að ykkur svona sem hafa verið að spila mikið eru frá. Og þannig að ég býst fastlega við hörkuleik, þeir eru mjög öflugir, vel skipulagðir og koma úr Pepsi-deildinni fyrra. Eru Reykjavíkur meistararnir og held ósigraðir mögulega bara á undirbúningstímabilinu, þannig að það verður skemmtilegt verkefni. En við gerum jafntefli við á hérna í Bóganum í vetur. Já, algjörlega og við áttum að vinna þann leik, við vorum töluvert sterkari aðilinn og áttum fleiri marktækifæri og vorum meira með boltann og gerðum vel í þeim leik en hann telur helviti lítið núna og þannig að það verður, og svo allt annað undir. Þetta er deildarleikur og það er allt öðruvísi og utan hús ofan á það og þannig að það er ekkert að taka á þeim leik en bara að góðan undirbúning. Og það er allt annað mót? Allt annað mót og svona öðruvísi stemning og umgjörð og fleiri áhorfendur og meiri gaman og þannig að það verður fróðlegt á morgun. Við erum ekkert að velta okkur mikið upp úr það, til dæmis Smogginn og einhverju fleiri hafa verið að velta sér upp úr því að Áfulli og Þór og hitt og þetta og dittin og dattin. Það verða 11 inn í leiknum á morgun ef við gerum færslega ráð fyrir? Jú, það verða 11 inn á og allir þeir sem spila morgun gera tilkall til þess að vera í liðinu og við erum með breiðan hóp. Er undirbúningur, getum við sagt að undirbúningur er þrátt fyrir það þessi við einhverju pústar og með sig eitthvað væla pínu lítið. Er undirbúningurinn eitthvað, hefur hann ekki verið bara svona heilt yfir góður? Jú, strákarnir hafa æft mjög vel og veturinn hefur verið góður þannig að menn svona eru eins klárir og þeir geta verið. Þetta er náttúrulega mjög bagalegt að missa menn í þessi meiðsli núna réttur í mót en við tökum bara á því og strákarnir. Svo náttúrulega þegar svona eru tveir leikmenn, ef ég man rétt, Jóhann Helgi og Jónas Bergvik sem að taka út leikmann á morgun. Já, það getur náttúrulega verið dýrt að ná sér í mörg gulspjöld þegar það samnast upp og vill oft lenda eins og það gerist núna. Fyrir utan það náttúrulega Jói fekk rautt og fekk 2 í fyrra og þannig að við reynum að passa på þetta að menn tíni ekki á þessi spjöldin í sumar svo þetta endi svona eins kjánulegt og það er að vera í banni í fyrsta leik og Jói þá líka í öðrum leik. Það er náttúrulega alveg skelfilega vont en þeir koma á tvíeldið þá þegar þeir koma til og eru bara ennþá brjálaðir í að sanna svo sína sig. Við erum rauðir og við erum hvítir en það er náttúrulega því að við megum ekki safna öllu rauðu og alls ekki því sem er í svona spjaldaformi. Nei, það er rétt og hvað þá er gulu spjöldunum, við viljum alls ekki eitthvað sem er gult þannig að Þetta var góð punktur. Þannig að þetta er alls ekki gott en þeir alltaf bæti sig þessu, það er eitt af markmiðunum okkar í sumar, leikmannana og okkar sem við stundum að þess að reyna að fækka þessu allverulega. Það er búið að vera að reyna að spá hinum á þessum liðum upp og niður og
okkur í 4. sæti og allt þar í kring. Markmið okkar náttúrulega eins og þú kannski sagðir á leikmanni kenningu daginn, vinna bara alla leiki, einfalt mál. Já, það engin spurning. Við teljum okkur geta unnið öll lið sem við spilum við á okkar besta degi, en hins vegar náttúrulega algjörlega þannig að við þurfum að eiga okkar besta dag og öll liðin eru mjög góð, öll liðin hafa bætt við sig verulega og að bæta sig verulega, jafnvel ennþá. Þannig að það verða allir leikir mjög erfiðir og við gerum okkur fullkomlega grein fyrir því, en á góðum degi þegar menn leggja sig alla fram og gefa allt í verkefnið, þá erum við með þannig skipulag og getum unnið alla og stefnum sjálfsögðu á það. Og við ætlum náttúrulega að hafa alla daga góða í sumar. Það verður bara í boði góði dagar í sumar. Já, við það stefnan og við bara förum í slag og vonum það besta. Og þið eru klárir, mikið tilhlökkun? Já, mjög mikið tilhlökkun. Við erum og verðum alltaf eldklárir og við erum vel undirbúnir og ætlum okkur stóra hluti. Fyrir liðin klár, heldur hann sé klár í slaginn? Hann alltaf klár. Ef þú ekki að taka hann næst í viðtal? Gera það. Strax hvað gangið vel? Takk fyrir það.